Það eru leikmaður ársins í úrvalsdeild karla. Til hamingju með það og hlýtur að vera svona ákveðin sárabót í þeim verðlaunum eftir úrslit síðustu daga. Ég veit ekki. Jú, sárabót og ekki sárabót. Ég meina þetta ekki titilinn sem ég var eftir og auðvitað þetta viss viðurkenning fyrir mig og fyrir liðið mitt að fá þetta en titilinn sem ég var á eftir kom ekki og það miklu sárara heldur en það að fá þetta. Ef það aðskilur þessa tvo hluti, þá var nú gífurleg viðurkenning í því einu og sér fyrir þig persónulega að fá verðlaun leikmaður ársins. Já, ég held líka að þetta sé svolítið viðurkenning bara fyrir íslenskan körfubolta. Að það sé ekki þessi valið leikmaður sem kannski ekki þessi típiski skorari og ég held það sé kannski líka svolítið viðurkenning fyrir íslenskan körfubolta að komin aðeins lengra í þekkingu sín á leiknum af því að minn leikur snýst ekki það að skora og það eitthvað sem hefur alveg verið yfir séð í langa tíma og þannig að ég vona að þetta sé bara smá innspýting í líka unga leikmenn að leggja sig í það að reyna að gera allt til þess að ná árangri og vinna en ekki að voða snúst í bara það að skora stig. Þið Keflvíkingar náttúrulega að sleikja sár ykkar eftir úrslitin en það er stuttur tími núna á milli tímabila þannig að það gefst nú ekki mikill tími í það. Hvernig er stemmingin í Keflavíkurhópnum fyrir næsta tíma? Við erum ekkert rosalega komin þangað held ég en á sama tíma þá erum við með hörku kjarna og gerðum rosalega vel í vetur þótt að við höfum ekki kannski labbað í burtu með þann titil sem okkur langa að fá en það má ekki skyggja of mikið á það sem við gerðum í allan vetur og það er kannski líka afrakstur þess af hverju við náðum ekki að klára þetta er það að okkur voru kannski orðnir of comfortable með okkur sjálfa að við erum búin að vinna 18 leiki í röð áður en við komum inn í lokaúrslitin og vorum bara slegnir allhressilega niður í örunum. Þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða að taka þetta mikið sem gefnum ef við erum að spila vel. Að það þurfa að leggja sig fram og þurfa að vera 100% einbeiting til þess að við náum þeim árangri sem við leitumst eftir. Óeðlilegt tímabil sem að gefur okkur það að bikarkeppnin er núna seinna í sumar í rauninni, bara í haust. Við hljóta ætla að fara eftir honum. Já, og auðvitað erum við að fara í alla keppni til að vinna og við heldur séum líka með þannig lið að við eigum að gera það. Og við erum með hörku hóp, hörku þjálfara, hörku umgjörð og þannig að og líka bara í Keflavík er komið svolítið mikið hungur í það að eltast við titla og fara eftir þeim og ég held að þetta sé líka svolítið innspýting í það að við erum nálægt því og fólkið í Keflavík finnur það þannig að ég held að það verði alveg meðbyr þótt og við höfum ekki náð okkar takmarki í vetur. Frábært. Takk fyrir.